Detta är isländska. This is Icelandic. Är isländska. This is Icelandic. Detta är isländska. This is Icelandic.
This is Icelandic. Þetta íslenska.
Recording in progress. Every 6 months, millions pause. Wherever they are, to listen, to feel, to be still. From islands to cities, mountains to villages, we gather in many places, but for one purpose: to feel Jesus Christ near.
Christ's words will unite us in hope and love. This General Conference is more than a broadcast. It's an invitation to hear Him, feel peace, and come closer to Jesus Christ. Wherever you are, whoever you are, welcome to General Conference. Hear Him here.
Conference Center in Salt Lake City, Utah. This is the Saturday morning session of the 195th. Frá ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta laugardags morgunhluti í 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinn síðari heilagur. Ræðumenn eru valdir og hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flytur The Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskyni á heimilum í fjölskyldu eða í kirkju. Öldungur Henry B. Eyring í 12 postula sveitinni mun stjórna þessum hluta. Brothers and sisters, Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á laugardags morgunhluta 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilagu. Við erum þakklátt fyrir að koma enn á ný saman með meðlimum og vinum allan heim, hvar sem þið kunnið að vera. Dallin H. Oaks forseti, sem í forsæti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnu hluta. Með sorg í hjarta tilkynnum við andlát okkar ástkæra spámanns Russells M. Nelson forseta sem lést laugardaginn 27. september 2025, 101 árs að aldri. Við sendum eiginkonu hans, systur Wendy Nelson og Nelson fjölskyldunni innilegar samúðarkveðjur. Nelson forseti skilur eftir sig mikla arfleifð. Hans verður minnst fyrir kærleika og tryggð við drottinn Jesú Krist og hans ljúfa og milda lundernni. Hann hefur haft áhrif til góðs allan heim. Við andlát hans var æðsta forsætisráðið leyst af og 12 postula sveitin nú æðsta ríkjandi sveit sem mun stjórna kirkjunni þar til æðsta forsætisráðið endur skipulagt. Þetta þekkt sem postulag bráðabirgðastjórn og hefur gerst á ýmsum tímum í sögu kirkjunnar. Af þeim sökum hef ég og Oaks forseti sem fyrrverandi ráðgjafar í æðsta forsætisráðinu tekið okkar fyrri stöðu í 12 postula sveitinni í samræmi við starfsaldur okkar innan sveitarinnar. Útför Nelson forseta mun fara fram frá ráðstefnuhöllinni þriðjudaginn 7. október 2025 klukkan 12 á hádegi að fjallatíma. Frekari upplýsingar áhorf og útförina má finna á vefsíðu kirkjunnar. The music for this session will be by the Tabernacle Choir. Tónlist á þessum ráðstefnuhluta í umsjón The Tabernacle Choir at Temple Square undir stjórn Max Wahlbergs og Ryan Murphy við orgelleik Brian Matthias og Andrews Unsworth. Við heilsuðum meðlimum utan Bandaríkjanna sem syngja með kórnum á ráðstefnunni. Þeir koma til okkar frá Ástralíu, Brasilíu, Austur-Kongó, Englandi, Finnlandi, Fraklandi, Nýja-Sjálandi, Filippseyjum, Katar og Svíþjóð. Kórinn hóf þessa samkomu á salmunum How Wondrous and Great og mun nú syngja á háum fjallsins hnjúk. Inngangsbæn flytur síðan öldungur
Karl D. Hirst af hinum 70. Við hlýðum síðan á Dallin H. Oaks, fyrsta forseta 12 postula sveitarinnar. Ég mun síðan kynna ykkur aðalvaldhafa, svæðishafa 70 og aðalembættismenn kirkjunnar til stuðnings. Father in heaven, Faðir á himnum, offer our thanks that we can gather together. sýnum við þakklæti að við getum safnast saman hér, að getum fært hjörtu okkar til þín og að þið geta fyllt af það sem við geta þegar við syrgjum en líka að við hlökkum til þeirra fríða sem aðalráðstefna getur gefið. Blessa okkur að þinn andi megi vera með okkur. Við þakklátt fyrir þau sem eru tilbúin til að leiða okkur í
tónlist, í kenningu og í bæn. Bless okkur á með við lærum og vaki við þitt fólk og fyll hjarta okkar í nafni Jesú Krists. Amen. My dear brothers and sisters, we meet as we mourn the death of our beloved Kæru president. bræður og systir, við komum nú saman ef við syrgjum andlát okkar ástkæra Russell M. Nelson forseta. Ég tala til ykkar sem forseti 12 postula sveitarinnar og í þeirri stöðu hef ég verið studdur á hverri ráðstefnu, deild, stiku og aðalráðstefnu síðastliðin 7,5 ár. Við höldum nú áfram með þessa síðari aðalráðstefnu eins og ráðgert var og með ræðumenn og tónlist eins og Nelson forseti hafði úthlutað eftir margra mánaða undirbúning. Einu undantekningarnar eru þessar inngangs útskýringar mínar og ræða mín í stað Nelsons forseta á loka hluta sunnudags síðdegis. Þetta í fyrsta sinn í 75 ár sem forseti kirkjunnar andast nokkrum dögum fyrir aðalráðstefnu. Það hefur orðið til þess að við þurfum að ráðgera hvernig við skipuleggjum að halda hina mikilvægu leiðtogafundi í tengslum við aðalráðstefnu og hluta aðalráðstefnunar jafnhliða því að skipuleggja útför hans eins fljótt og auðið er. Nelson forseti skildi gildi aðalráðstefnu til að veita hinum heilugu leiðsögn á komandi mánuðum. Við heiðrum hann með því að fylgja ráðgerðri ráðstefnu áætlun. Á þessum sorgartímum höfum við þegar haft fund til að votta Russell M. Nelson forseta virðingu okkar fyrir aðalráðstefnu samkomur okkar og skipulögum síðan jarðarför hans eins fljótt og auðið eftir ráðstefnuna. Allt þetta gert með samþykki fjölskyldu Russells M. Nelson forseta og 12 postula sveitarinnar. Þar sem við öll sem höfum fengið það verkefni að tala á aðalráðstefnu hefðum viljað helga okkar úthlutaða tíma því að votta Nelson forseta persónlega virðingu. Höfum við beðið alla ræðumenn ráðstefnunar að hafa lofsyrðin sem fæst og bíða með þau þar til útförum verður sem við höfum þegar byrjað að skipuleggja. Minn eigin stuttivirðingarvottur tilheyrilegur fyrir þessa ráðstefnu og lofgjörðum sem við höfum þegar látið té að ég hef lært meira fagnaðarerindið og hvernig vera á trúarlegu leiðtogi af langri vináttu minni og sambandi við Nelson forseta en af nokkurri annarri manneskju sem ég hef þekkt persónulega. Hann fyrirmynd okkar sem þjónn og fylgjandi drottins Jesú Krists. Þetta vitna ég í nafni Jesú Krists. Amen. Brothers and sisters, Bræður og systur, ég mun nú kynna ykkur aðalvaldhafa, svæðishafa 70 og aðalembættismenn kirkjunnar og biðja stuðning ykkar. Sýnið vinsamlega stuðning ykkar á hefðbundinn hátt. Ef einhver á móti einhverju því sem hér verður lagt fram, biðjum við þau að hafa samband við stiku forseta sinn. Þessu beðist að við styðjum Dallin Harris Oaks sem forseta 12 postula sveitar kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Öll sem eru því samþykk sýni það. Séu einhverjir á móti má sýna það. Þessu beðist að við styðjum eftirtalda sem meðlimi 12 postulara sveitarinnar.
apostles. Dallin H. Oaks, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald R. Raspant, Gary A. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett Töffeltoft Gong og Ulysses Soares og Patrick Kieron. Þau sem eru því samþykk sýni það. Séu einhver á móti, má sýna það. Þessi beiðst að við styðjum meðlimi 12 postula sveitarinnar sem spámenn, sjáendur og opinberara. Öll sem eru því samþykk sýni það. Séu einhver á móti, sýni þau það með sama merki. Við vekjum athygli á því að 2 nýir svæðishafa 70 voru studdir á leiðtogafundi aðalráðstefnunnar og hefur það verið tilkynnt á vefsíðu kirkjunnar. Við bjóðum ykkur að styðja þessar bræður í nýjum verkefnum þeirra. Þau sem eru því samþykk sýni það. Séu einhver á móti, sýni þau það með sama merki. Þessi beiðst að við styðjum aðra aðalvaldhafa, svæðishafa 70 og aðalembættismenn eins og skipan þeirra er nú. Þau sem eru því samþykk sýni það. Þau sem eru á móti sýni það. Bræður og systur, við þökkum fyrir stuðning ykkar í þágu leiðtoga kirkjunnar. Kórinn mun nú syngja, væri frelsarinn við hlið mér. Að söng loknum hlýðum við á öldum Gary E. Stevenson í 12 postula sveitinni. Að honum loknum munum við hlýða á systur Tracy Upsilon Browning sem þjónar sem annar ráðgjafi í aðalforsætisráði barnafélagsins. Öldungur Ronald M. Barcelos af hinum 70 mun síðan tala til okkar. Sun
Welcome to General Conference. Velkomin á aðalráðstefnu. How grateful Hver þakklátt við erum að vera saman komin. as we anticipate Þrátt fyrir að við hlökkum til framvindu þessar ráðstefnu, gerum við okkur fyllilega grein fyrir vikunum í aðdraganda henni. Okkur ljóst að hjörtu okkar syrgja missi og sumir upplifa óvissu að völdum ofbeldis eða harmleikja allan heim. Jafnvel trúfast fólk sem komið hefur saman á helgum stöðum, þar á meðal hinni helgu kapellu okkar í Michigan, hefur týnt lífi sínu eða ástvinum. Ég tala frá hjartanu í skilningi þessari hjörtu margra ykkar eru þjökuð af því sem þið fjölskyldur ykkar og heimur okkar hafa gengið í gegnum frá síðustu aðalráðstefnu. Ímyndið ykkur með mér að þið séð unglingar í Kapernaum, nálægt Galileuvatni, á þjónustu tíma Jesú Krists. Orðum að berstum rabbína, kennara, hvers boðskapur dregur að sér hópa fólks. Nágrannar ráðgera að ferðast til fjalls með útsýn yfir hafið til að hlusta á hann. Þið gangi með öðrum á rykugum vegum Galileu. Þegar komið á staðinn kemur mannfjöldin ykkar á óvart, sem safnast hefur saman til að hlýða á þennan Jesú. Sumir hvísla hljóðlega, Messias. Þið leggjið við hlustir, orðan snert ykkur á hinni löngu leið heim, veljið þið kyrrð fram yfir samræður. Þið ígrundið undursamlega hluti sem jafnvel hafnir yfir lögmál Móse. Hann talaði að bjóða fram hina kynnina og elska óvini sína. Hann lofaði, sælir eru friðfljóndandi því að þeir munu Guðs börn kallaði verða. Ykkar raunveruleika þegar þið finnið fyrir byrði erfiðra daga, óvissu og ótta, þá virðist friður fjarlægur. Þið gangi hraðar og komið með móð heim. Fjölskyldan kemur saman og faðir ykkar spyr, segið okkur frá því sem þið heyrðuð og skynjuðu. Þið segið frá því að hann bauð ykkur að láta ljós ykkar skína frammi fyrir öðrum að leita réttlætis, jafnvel þótt þið væri ofsótt. Þið verðuð klökk þið endurtækið, sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaði verða. Þið spyrjuð, get ég sannlega orðið friðflytjandi þegar heimurinn er í uppnámi, þegar hjarta mitt er fullt af ótta og friður virðist svo fjarlægur. Faðir ykkar lítur á móðir ykkar og svara blíðlega, já, við byrjuðum á grunninum í hjörtum okkar, síðan á heimilum okkar og í fjölskyldum. Þegar við æfum okkur, þar getur fríðarmiðlun breiðst út á götur okkar og í þorpin. Spólum áfram 2000 ár. Engin þarf á að ímynda sér það, þetta er raunveruleiki okkar. Þótt þrýstingurinn sem hinn upprennandi kynslóð í dag upplifir sé annar en unga fólksins í Galileu, skautun, veraldarhyggja að svari sem mynd, umferðarbræði, óhæfuverk og stigmagnandi árásir á samfélagsmiðlum, standa báðar kynslóður frammi fyrir menningarheimi átaka og spennu. Til allrar hamingju þá laðast okkar piltar og stúlkur líka að fjallræðistundum sínum, að trúa skólanum, til styrktar ungmennum, ráðstefnum og kom fylgt mér. Þar fá þau sömu traustu boðin frá drottni, að láta ljós sitt skína fram fyrir öðrum, að leita réttlætis jafnvel í ofsóknum og elska óvini sína. Þau meðtaka líka hvetjandi orð frá lifandi spámönnum endurreisnarinnar. Þörf er á friðflytjendum, verið ósammála án óvildar. Skiptið úr deilum og drambi fyrir fyrirgefningu og elsku. Byggið brýr samvinnu og skilnings, ekki múra fordóma eða allskynlegar. Og sama loforðið sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaði verða. Hjörtu hinnar upprennandi kynslóðar í dag eru fulla vitnisburðum Jesú Krist og von fyrir framtíðina. Þau spyrja samt líka, get ég sannlega orðið friðflytjandi þegar heimurinn er í uppnámi? Hjarta mitt er fullt af ótta og friður virðist svo langt í burtu. Hið afgerandi svar er enn og aftur, já, við tilengum okkur orð frelsarans, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Friðarvakning hefst enn á innsta staðnum í hjörtum okkar. Þar á eftir á heimilum og í fjölskyldum.
Þegar við æfum okkur þar mun friðarvakning into our neighborhood. breiðast út hverfi og samfélög. Let's further consider three places where modern Við skulum skoða nánar þessa þrjá staði þar sem nútími síðardaga heilagur stuðlar að friði. ministry demonstrates how Sá fyrst í hjarta okkar. Sýnilegur þáttur í þjónustu Krist sýnir hvernig börnin lögðust að honum. Í þessu felst vísbending að horfa inn í hið hreina og saklausa friðelskandi hjarta barns getur veitt okkur innblástur. Hér eru svör nokkurra barna og barnafélags aldrei við spurningunni, hvernig finnst ykkur friðfléttandi vera? Ég miðla svörunum beint frá hjarta þeirra. Luke sagði, alltaf hjálpandi öðrum. Grace greindi frá því hver mikilvægt væri að fyrirgefa hvert öðru. Jafnvel þótt okkur finnist það ekki sanngjarnt. Anna sagði, ég sá einhverja sem hafði enga til að leika sér við, svo ég fór til að leika við hana. Lindy sagði íhugandi að friðfléttandi var að hjálpa öðrum og síðan koll að kolli. Það mun bara halda endalaust áfram. Lían sagði, ekki vera vondur við fólk, jafnvel þótt það sé vond við þig. London sagði, ef einhver stríðir þér eða er vondur við þig, þá segirðu, viltu hætta? Trevor sagði, ef það er einn kleinurringur eftir og ykkur langar öll í hann, þá deilið þið honum. Svör þessara barna bera með vitni að við erum öll fædd með guðlega hneigð til góðvildar og samúðar. Hagnaðurinn Jesú Krist nærir á fram samtengir þessa guðlegu eiginleika, þar með talið frið í hjörtu okkar og blessar okkur í þessu lífi og því í næsta. Friðarvakning á heimilinu. Í öðru lagi vekjum við frið á heimilu okkar með því að nota aðferðir Drottins til að hafa áhrif á samband okkar hvert við annað. Fortölur, umburðarlyndi, mildi, góðvild, hógværð og fölskvalist ást. Hér er innblásin frásögn sem sýnir hvernig ein fjölskylda gerði friðarvakningu að málefni fjölskyldunar með því að hrinda þessum reglum í framkvæmd. Börn í þessari fjölskyldu áttu erfiðleikum í sambandi sínum við fullorðinn einstakling sem oftar var geðillur, yfirlætislegur og stuttur í spuna. Börnin sár og vonsvikin fóru að velta því fyrir sig hvort einar leiðin fram á við var að endurspegla þessa sömu illkveiknu hegðun. Kvöld eitt ræddi fjölskyldan opinskátt saman spennuna og álagið sem þessu fylgdi. Þá kom fram hugmynd, ekki bara lausn, heldur tilraun. Í stað þess að svara með þögnuði sömu myndi börnin gera nokkuð óvænt. Þau myndi bregðast við með góðvild. Ekki bara með kurteisislegri sjálfstjórn heldur meðvituðum hlýlegum orðum, hugulsömum góðverkum sama hvernig komið væri fram við þau á móti. Allir voru sammála að prófa þetta í ákveðin tíma eftir það myndu þau koma aftur saman og endurskoða. Þótt sumir hafi verið hikandi fyrstu þá fylgdu þeir áætluninni af einlægu hjarta. Það sem gerðist næst var ekkert annað en ótrúlegt. Kuldaleg samskipti fór að þiðna, bros kom í stað gretna. Hinn fullorðni sem eitt sinn var fjarlægur og óvæginn tók að breytast. Börnin fíl eld að því vali sínu að leiða með kærleika fundu gleði í breytingunni. Breytingi var svo mikil að aldrei var þörf á ráðgerðum eftir fylgni fundi. Góðvildin hafði unnið sitt hljóðlátaverk. Með tímanum mynduðust sönn vináttubönd sem lyftu öllum. Til að vera friðflétjendur þá fyrirgefum við öðrum og byggjum aðra upp af ásetningi í stað þess að rífa þá niður. Í þriðja lagi er það friðarvakning í samfélögum okkar. Á erfiðum árum síðari heimsstyrjaldarinnar kenndi öldungur John A. Whitstow eina leiðin til að byggja friðsælt samfélag er að móta karla og konur sem elska og vekja frið. Hver einstaklingur hefur þannig samkvæmt kenningu Krists heimsfrið í eigin hendi. Eftirfarandi saga útskýrir þessa reglu á fallegan hátt. Fyrir nokkrum árum voru tveir menn, múslimskur ímam og kristinn prestur frá Nígeríu í andstæðum sársaukafullum trúarlegum fylkingum. Hvorum sig hafi þjáðst mikið, samt völdu þeir að ganga veginn saman fyrir læknandi mátt fyrirgefningarinnar. Ímam Muhammad Asafa og séra James Uy urðu vinir og ólíklegir friðarfélagar. Saman stofnuðu þeir miðstöð fyrir fjöltrúarleg samskipti. Þeir kenna nú öðrum að skipta út hatri fyrir von.
Þeir hafa tvisvar verið tilnefndir til friðarverðlauna Nóbels en hlutu nýlega friðarverðlaun breska samveldisins. Þessir fyrrum óvinir ferðast nú hlið við hlið og endurbyggja það sem var brotið. Lifandi vitni það að boð frelsara sem að vera friðflytjendur ekki einungis mögulegt, það öflugt. Þegar við kynnumst dýr Guðs, munum við ekki hafa huga á að gera hvert öðru mein heldur lifa í friði. Megum við velja í söfnuðum okkar og samfélögum að sjá hvert annað sem börn Guðs. Í stuttumáli þá legg ég fram boð. Friðarvakning krefst aðgerða. Hverjar gætu þær verið fyrir hvert og eitt okkar frá og með morgundeginum? Myndi þið íhuga einnar viku, 3 skrefa áætlun, friðarvakningar. Heimasvæði án deilda. Þegar deilur hefjast aldrei þá við og byrjið upp á nýtt með vingjarnlegum orðum og gjörðum. 2. Stafræn brúarsmíð. Áður en þið birtið svarið eða skrifið athugasemdir á netinu, skuluð þið spyrja hvort þetta muni byggja brú. Ef ekki, hættið við. Sendið ekki skilaboði. Miðlið þess í stað góðvild. Birtið frið í stað haturs. 3. Bætið og sameinið á ný. Hver fjölskyldumeðlimur geti einbeitt sér að styrðu sambandi til að biðjast afsökunar, þjóna, bæta og sameina á ný. Það nokkrum mánuðir síðan ég fann óhyggjandi hvatningu sem leiddi til þessa boðskapar. Sælir eru friðflytjendur. Má ég að lokum miðla þeim hughrifum sem hafa sótt á hjarta mitt á þessum tíma. Að stuðla að friði kristilegur eiginleiki. Friðflytjendur eru stundum stimplaðir sem barnalegir eða veikgeðja frá öllum hliðum. Samt sem áður það ekki veikleiki að vera friðflytjandi, heldur að það vera sterkur á þann hátt sem heimurinn skilur ef til vill ekki. Friðarumletun krefst hugrekkis og málamiðlana, en krefst þess ekki að fórna megin reglum. Friðarumletun að leiða með opnu hjarta, ekki lokuðum huga. Hún að nálgast hvert annað með útrétta hönd, ekki krepptan hnefa. Friðarumletun ekki ný hugmynd, beint úr prentsmiðjunni. Jesús Kristur kenndi hana sjálfur, bæði þeim sem eru í Biblíunni og Mormónsbók. Friðarumletun hefur síðan verið kennd af nútíma spámönnum allt frá fyrstu dögum endurreisnarinnar allt fram á þennan dag. Við uppfyllum guðlegt hlutverk okkar sem börn kærleiksins himnesks föður eftir kappkostum að verða friðflytjendur. Ég ber vitni Jesú Krist sem friðarhöfðinginn, sonur hins lifanda Guðs, í nafni Jesú Krists. Amen. Ein blessun þjónustu minnar í barnafélaginu svo að hjarta mitt hefur lært að elska á tungumálum sem tunga mín talar ekki. Ég hef fundið gleði í því að tengjast öðrum heilugum á sameiginlegu tungumáli helgrar tónlistar og sérstaklega í einföldum söngvum barnafélagsins hefur heilagur andi yfirstigið tungumála örðuleika og fyllt hjarta mitt með sinni lágværu rödd. Með barnaröddum hefur elskati Guðs og sonar hans Jesú Krist verið kunngjörð á skýran og skarpan máta. Þó ég hafi ekki alist upp í barnafélaginu hefur andinn fljótt kennt mér heilagleika söngva þess og þeir hafa orðið hluti af persónulegri tilbeiðslu minni. Barnafélagssöngvarnir hafa haft helga áhrif á líf mitt og lyft sál minni, kennt mér eilífan sannleika og fært mér nær frelsaranum og fagnaðarerindi hans. Dalina og Óks forseti kenndi eitt sinn að sálmásöngur eitt af bestu leiðina til að læra kenningu hins endurreista fagnaðarerindis. Þessi orð eiga við okkur öll, en þau sérstaklega viðeigandi fyrir börn. Barnafélagstónlist eitt ljúfasta verkfæri Guðs í að gróðursetja sáðkort vitnisburðar í hjörtu yngstu lærisveina frelsarans. Foreldrar, leiðtogar og kennarar næra þetta fræ með því að vitna og bjóða börnunum að gefa vitnisburð allt sem þau að læra heimneskan föður, son hans, Jesú Krist og heilagan anda.
Á nokkrum síðustu árum þjónustu minnar hef ég varið tíma í að syngja og læra barnafélagstónlist og samtímis íhuga nokkrar spurningar. Hvernig geta barnafélagssöngvar sem lærðir í bernsku orðið að andlegu tungumáli sem börn nota til að bera vitni allan sín ævi? Hvernig gagnast að börnum að syngja sannleika fagnaðarerindisins við að minnast drottins sem hluta sáttmála þeirra og við að búa þau undir helgi athafnir hans? Hvernig geta barnafélagssöngvar hjálpað við að rita lögmál Guðs og hjörtu þessu yngstu lærisveina? Þegar barnafélagi hóf starfsemi árið 1878 sagði Aurelia Spencer, fyrsti forseti þess, að söngur væri nauðsynlegur. Tónlist hefur ávallt verið kjarninn þess að kenna börnum fagnaðarerindi. Barnafélagssöngvar geta orðið fyrsta andlega tungumál barst í einfaldar og eftirminnilega laglínur þeirra tjá sannleika fagnaðarerindisins. Þessi söngvar hafa kraft til að fylgja börnunum alla ævi, vera hluti af lærdómi þeirra og eðlilega leið fyrir þau til að bera vitni frelsarans. Barnafélagssöngvar geta líka verið áhrifamikið kennslutæki fyrir kenningaratriði sem söngvar segja sögur af lífi og þjónustu frelsarans. Aðrir kenna eiginleika hans eins og trú hans, von og kærleika. Og allra helgustu söngvar vitna óendanlega friðþægingu hans og elskuna sem þessi sáluhjálpar athöfn ber með sér. Spámaður drottins Russell M. Nelson kenndi: tónlist getur haft stöðu áhrif til góðs langt út fyrir þann tíma sem börn eru ung. Hún hefur máttinn til að veita andlega næringu, hún hefur lækningamátt. Hún hefur máttinn til að fela í sér tilbeiðslu, hún gerir okkur kleift að íhuga friðþægingu frelsarans og endurreist fagnaðarerindisins með grunnreglum endurlausnar og helgiathafnir upphafningar. Tónlist gerir okkur kleift að tjá bænheitar hugsanir og bera vitni heilagan sannleika. Starf okkar sem foreldrar, leiðtogar og kennarar felst í því að hjálpa börnunum að nálgast þessa fyrirheitnu blessanir með því að kenna þeim sannleika fagnaðarerindisins með ásetni sem að finna í tónlistinni. Nelson forseti kenndi einnig að börn geti lært kenninguna þegar þau eru að læra að syngja alveg eins mikið og þau geti lært kenninguna á námsbekk. Þessi söngvar geta verið uppspretta trúafyllta predikana sem vísa börnum á frelsarans og hjálpa þeim að þróa trúfesti við fagnaðarerindi hans. Ritningarnar kenna að söngvar hinna réttlátu sem koma frá hjartanu séu frelsaran og gleðiefni. Ég get einungis dásta þeirri gleði sem raddir yngstu lærisveina frelsarans vekja. Ég veit að bænheitir söngvar þeirra berast til heimils sem trúarjátning sem býður heilugum anda að staðfesta eilífan sannleika og býður öðrum alúlega og blíðlega að taka á móti kalli frelsara okkar að fylgja sér og koma heim. Eins og öldungur Henry B. Eyring hefur minnt okkur á, þá það á þeim stundum sem við finnum fyrir andanum að við finnum staðfestingu að friðþægingin sé virki í lífi okkar. Barnafélagstónlist getur verið kraftaverk sem börn okkar bera með sér æviskeið lærisveisins. Söngur sem lærist 6 ára aldur hefur kraft til að dvelja með okkur og getur komið aftur áratugum seinna á stundum ákvarðana tökufreystinga, sorgar og gleði. Á síðari árum gæti sem dæmi söngteksti lagsins ég fylgi áformi Guðs þjóna sem andlegt akkeri sem enduróma vitnisburð Páls postula trygg lofar Guðs til okkar. Hann getur líka minnt okkur á að vegna þess að Guð stendur við fyrirheit sín bjóða sáttmálar hans upp á mikla huggun og griðastað og bjóða okkur að binda von okkar og fullvissu staðfastlega við Jesú Krist og friðþægingarkraft hans. Á erfiðleika tímum minnast fullorðnir meðlimir allan heim oft og snúa sér að barnafélagssöngurum sem þeir lærðu sem börn. Fyrir marga studdu þessi söngvar við hins snembúna trúargrunn þeirra á Jesú Krist og oft á tíðum það atriði sem hóf trúarumbreytingu þeirra til fagnaðarerindis hans. Foreldrar, leiðtogar og kennarar ræktuðu þá trú í gegnum árin með því að kenna, syngja og bera vitni fyrir börnum að alúð. Einn systir sagði mér að barnafélagstónlistin væri henni dýrmæt og eftir 20 ár þakkar hún henni fyrir að hafa flýtt fyrir áframhaldandi trúarumbreytingu sinn til fagnaðarerindis Jesú Krist. Annar meðlimur bar vitni að barnafélagið hefði gróðsett mustarskor trúar þegar hann var ungur og var í ástæða þess að hann gat komið aftur í kirkju drottins á fertugsaldri. Frelsaninn lofiði: hjálparinn mun kenna ykkur allt og minna yður á allt. Barnafélagstónlist getur verið ein leið til að uppfylla loforðið. Annar áskær barnafélagssöngur fangar mátt einfaldra trúar og varanlegs vitnisburðar. Ef ég geng með Jesú glöðu hjarti af, þá hans andi mig mun blessa með elsku og ást alltaf, skýru og sönnu hjarta og styrkum skungustaf. Ég geng fús með Jesú,
Hans veg fer aldrei af. Þegar börn syngja eru þau að tjá þrá lærisveinsins að læra mynstur sáttmálsins. Andinn getur nota tónlist til að rista eilífan sannleika og meirt hjarta þeirra. Börn geta svo endingu valið að stilla og snúa hjörtum sínum og lífi sínu að Jesú Kristi með því að gera og halda helga sáttmála við hann. Helg tónlist getur hjálpað við að rita kenningu Krists á sálina og búið okkur undir að taka móti helgi athöfnum hans. Hún tengir kenningu frelsarans við minni okkar og þetta minni við lærisveins hlutverk okkar í honum. Sem leiðstofa barnafélagsins höfum við tækifæri og helga ábyrgð að tryggja að tónlist í barnafélaginu sé kennd af gleði með kenningarlegum skilningi og með andanum. Þetta felur í sér að bjóða börnunum að taka eftir því sem þau finna þegar þau syngja og hjálpa þeim að skilja þessar tilfinningar komið frá heilugum anda. Þessi viðleitni hjálpar okkur að búa börninu undir helgiathafnir eins og skírn og staðfestingu eins og innblásna sáttmálsminni þeirra þau endurnýja reglulega loforð sín við Guðs. Við síðustu kvöldmáltíðina eftir að frelsari innleiddi sakramentið skrifa Matteus að þegar þeir höfðu sungið lofsyngi fóruðu til Ólífufjallsins. Í hverri viku búa skýrðir og staðfestir meðlimir hinnar endurreistu kirkju, þar með taliði skýrð börn allt niður í 8 ára aldur undir að meðtaka sakramentið drottins. Með því að syngja helga tónlist gefst söfnuðum barna Guðs tækifæri til að búa hjörtu sín undir þá helgi að taka á sig nafn hans, að hafa hann ávælt í huga og halda boðorð hans. Kæru vinir, ég ber vitni að barnafélagssöngvar kenna eilífan sannleika og kenningu sem leiða okkur til Jesú Krists og fagnaðarerindis hans. Ég býð ykkur að hugleiða hvaða grundvallasannleikur hefur verið ritaður á hjörtu ykkar með hinni einföldu kennslu af þessum söngum og vitna þann sannleika fyrir yngstu lærisveinum frelsarans því kennið þeim fagnaðarerindi með söng. Ég veit að Guð Faðirinn af sinni áendanlegu elsku sendi sinn áskæra son til jarðar að kenna okkur, vísa okkur veginn og endurlýsa okkur með friðfengu sinni. Ég veit að líf og þjónusta frelsarans raunveruleg og persónuleg. Ritningarnir eru fullar af frásögnum af því þegar hann læknaði, góðvild hans og kraftaverk. Ég veit að himnesku Faðir heyrir og svarar einlægu bænum barna sinna, burtséð frá aldri þeirra, aðstæðum eða tungumáli. Hann hlustar á hljóðlát bænarefni hjartna okkar. Ég ber vitni að Jesú Kristur bar þunga synda okkar, sorga og sársauka í Getsemani. Hann þjáði sjálfviljugur vegna elsku sinna til okkar og gerði okkur kleift að fá fyrirgefningu og snúa aftur heim. Ég veit að við erum bókstaflega börn Guðs, sköpuð í hans mynd, gætt guðlegum möguleikum og er boðið að snúa aftur til að búa hjá honum ef við viljum að fylgja Jesú Kristi. Ég veit að Jesú Kristur okkar fullkomna fordæmi og þegar við fylgjum honum með því að þjóna, fyrirgefa og elska aðra verðum við líkari honum dag frá degi. Ég veit líka hinn heilugu musteri drottins eru hans hús hér á jörðu. Í þeim gerum við helga sáttmála, hljótum eilífa blessanir og lærum meira hann og upplifum betur návist hans. Musterið staður lærdóms, friðar og undirbúnings fyrir líf okkar. Ég ber vitni á svo viðleitni sem við leggjum í að kenna og syngja þessa barnafélagssöngva fyrir börn okkar ekki einfaldlega fallegu hluti á trúarhefð okkar. Þeir eru predikanir fyrir lærisveina Jesú Krists, vitnisburður sannleiksgildi hins endurreista fagnaðarerindis og bænir setta við tónlist. Helg tónlist getur lýst ljósi Krists á þann sem heyrir og úthelti í hjarta söngvarans. Kæru vinir, Jesús vill enn að við séum honum sólskins börn. Það vitna ég í heilugu nafni Jesú Krists. Amen. When commanded to choose the new king of Israel from among the spámaður Samúel fékk þau fyrirmæli að velja nýjan konung Ísraels úr hópi svona Ísai, hrópaði hann á ákaðan horfði Eliab, elsta son Ísai. Hér stendur drottins smurði áræðilega frammi fyrir honum. Eliab var þó ekki útvalið þjóð drottins, en drottins sagði við Samúel: horfðu ekki á hæð hans og glæsileik, því ég hef hafnað honum. Guð lítur ekki á það sem maður lítur á. Maður sér hið ytra, en drottinn horfir á hjartað. Þó Davíð hafi kannski ekki verið líkamlega sterkastur eða færastur bræðra sinna, þá var hjartað hans sterkt í augum Guðs.
Hann elskaði Guð af öllu hjarta og hafði djúpa löngun til að hlýða honum. Hann hafði óhaggalega trú á kærleika Guðs, mætti hans og fyrirheitnum blessunum, eins og hann sýndi síðar þegar hann barðist óttalaust og sigraði Golíat með hjálp Drottins. Þessi saga kennir okkur að allt sem Guð þarf til að ná fram tilgangi sínum og hjálpa okkur að verða þau sem hann vill að við verðum, er að hvert og eitt okkar snúi hjörtum okkar á fullu til hans. Lögvitríki, svaraði hann, elska skalt þú Drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu. Við spámaninn Joseph Smith sagði hann, sjá, Drottin krefst hjartans og viljums huga. Og Nefítunum bauð hann, en þér skulu bjóða mér sem fórn sundurkrami hjarta og sár iðrandi anda. Þess vegna það svo. Frelsarinn kenndi að ef að hjörtu okkar snúast að fullu til hans, vegna friðþægingafórnar hans, getum við verið blessu með þau styrk og andlegum gjöfum sem við þurfum til að sigrast á jarðneskum áskorunum okkar, standast freistingar, hljóta leiðsögn og skilning og finna gleði og frið í lífi okkar. Og af hennu smáa sprettur hið stóra. Hann sagðist geta látið því veika vera styrk þeirra og blessað okkur með öllu sem við þurfum til að ná árangur í þessu jarðneska lífi og öðlast eilíft líf. Sælir eru hjartahreinir því þeir munu Guð sjá. Ég tel að þetta sé ástæðan hið minnsta hluta fyrir því Jesús Kristur leiðrétti fræðimennina og fariseiana svo oft í jarðneski þjónustu sinni. Þrátt fyrir að halda lögmál hans dyggilega, gerðu þeir það á röngum ástæðan. Hann ávítaði þá og sagði, þessi menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Þetta er alvarleg áminning til allra lærisveina hans að þetta snúist ekki bara það sem við gerum, orð okkar og gjörðir, heldur einnig hvers vegna við gerum það sem Jesús Kristur beðið okkur að gera. Langanir okkar og hvatir. Hann sagði, því að ég Drotti mun dæma alla menn samkvæmt verku þeirra, samkvæmt því sem hjörtu þeirra þrá. Okkar himneski faðir þráir meira en vélræna hlýðni og þjónustu frá börnum sínum. Hann vill að við gerum þessa hluti af raunverulegum ásetningi vegna þess að við elskum hann á öllu hjarta. Hann vill að við þráum að verða eins og hann. Ef andleg heilsa hjartn okkar er aðal áhyggjefni frelsarans, það sem hann leitar að í sönnum lærisveini, hvernig getum við þá rannsaka hjarta okkar og vita hvort það sé rétt í augum Guðs. Nýlega, þegar ég og kona mín komu heim og trúboð okkar í Portugal, fórum við röð heilsufarsrannsókna til að meta líkamlegt ástand okkar. Sumar þessara rannsókna beindust að heilsu hjartans, svo sem blóðprufur, hjartaómun og álagspróf. Ég trúi að frelsarinn hafi einnig veitt okkur andlega prófraunir sem við getum notað til að meta andlegt ástand hjartna okkar. Leyfðu mér að deila nokkur þeirra með ykkur. Í fyrsta lagi það sem við einblínum á, forgangsröðun og hvati. Því hvar sem fjársjóð þín er, þar mun og hjarta þitt vera, kenndi Jesús. Fjársjóður er eitthvað dýrmætt í hug okkar, eitthvað sem er verðugt er erfiðis og athygli okkar. Það sem við veljum að verja tíma okkar í að beina athygli okkar að, sem og það sem hvetur okkur til að gera það sem við gerum, segir margt hjarta okkar. Frelsarinn varaði við því að þótt margir séu kallaðir af honum, þá séu fáir útvaldir vegna þess að hjörtu þeirra beina svo mjög því sem þessa heims er og leita sér svo mannlegar upphæðar. Er frelsarinn í forgangi í mínu lífi? Er auga mitt einbeitt á dýrð hans í öllu sem ég geri? Í öðru lagi, fúsleiki okkar til að hlýða boðorðum Guðs. Hvarvetna í ritningunum hafa Drottinn og spámenn hans tengt ramb og óhlýni við að hafa forhert í hjarta. Nefi hvatti bræður sínum og sagði, hvers vegna haldið þið ekki boðorð Drottins? Hvernig má það vera að þið farist vegna hörkunar í hjörtum ykkar? Drottinn varaði hina heilu í Missouri við, en sá sem ekkert gjörir fyrir honum með boði það og tekur á móti boði með efa í hjarta og hlýðir því með hiskni, sá hinn sami er fordæmdur. Þótt frelsari vænti ekki fullkomnar í því að halda boðana sín, þá biður hann okkur að þrá og kappkosta að halda þau á öllu hjarta. Í þriðja lagi, kostgæfni okkar við að læra ritningarnar og leita á opinberana. Drottinn ámyndi í Oliver Cowdery varvið þess vegna þessi orð í hjarta þínu. Við erum hvött til að rannsaka ritningarnar af kostgæfni og fyrir kraft heilags anda leitastu öðla skilning og vitnisburð á sannleiksgildi fagnaðarins
í hjarta okkar. Spámaðurinn Adinabi ávitaði presta hins illa Nóa konungs fyrir að gera það ekki og sagði: Þið hafið ekki lagt ykkur fram að skilja með hjartanu og því hafið þið ekki verið vitrir. Legg ég mig einlæglega fram við að læra ritningarna daglega og reyni af öllu hjarta að skilja þær með bæn. Í 4. lagi, hugsanir okkar og orð. Frelsarinn kenndi að frá hjartanu kemur illar hugsanir og á gnæð hjartans mæli munnurinn. Gæði hugsan okkar og orða er góð vísbending hreinleika hjartans. Legg ég rækt við of margar neikvæðar hugsanir verk og ásetning annarra, eða jafnvel minn eigin, dæmi ég aðra og fordæmi af of mikilli hvatvísi, leita ég að afsökunum eða réttlætingu fyrir mistökum mínum, og hvað með orð mín? Lyfta þau upp og hvetja þá sem eru umhverfis mig, eða skapa þau oft átök og gremju? Eftir að læknisskoðunum mínum var lokið, sagði læknirinn mér að hjarta mitt væri almennt heilbrigt. Það væri nokkur áhugjefni sem þyrfti að taka á núna, áður en þau yrðu alvarleg. Það mælti síðan með nokkur lífstíðsbreytingum. Á sama hátt að þið framkvæmið þessa andlegu skoðun og hjarta ykkar og taki eftir neikvæðum einkennum sem taka læðast inn, örvænti þá ekki. Frelsarinn hefur séð okkur fyrir frábærum andlegum lyfjum og meðferð til að hjálpa ykkur. Hann hefur lofað að gefa ykkur nýtt hjarta. Hér eru nokkra aðgerðir sem geta aukið andlega styrk hjartans. Í 1. lagi ættu þið að styrkja samband ykkar við Krist. Ef við helgum okkur daglega tíma að komast nær Kristi, breytist hjarta okkar. Daglegt nám í ritningunum ásamt einlægri bæn og reglulegri föstu mun auka kærleika ykkar til frelsarans og styrkja trú ykkar og þrá til að iðrast og auðmjúklega gefa hjarta ykkar Guði. Íhugið eftirfarandi dæmi frá Nefi. Ég ákallaði Drottinn og sjá, hann vitjaði mín og mildaði hjarta mitt svo að ég lagði trúnað á öll orð föður míns. Þegar við höldum áfram að næra fræ trúar með réttlátum þrám og verkum, munum við upplifa sömu helgu hjartans og nefítarnir. Engu að síður fastaði þá baðst oft fyrir og var sífellt styrkari í auðmýtt sinni og stöðugt ákveðnari í trúni á Krist. Þar til sálið þess fylltust af gleði og huggun. Já, sem hreinsaði og helgaði hjörtu þess. Þeirri helgun sem fæst með því að gefa hjörtu sín Guði. Í öðru lagi, samræmið vilja ykkar hans. Frelsarinn kendi: ef þér elskið mig munuð halda boðorðum. Hann býður okkur að sýna kærleik okkar með því að gera sáttmála við sig og halda þá. Þegar við leggjum okkur daglega fram að halda boðorð hans, iðrumst einlæglega synda okkar og höldum áfram að taka okkur nafn hans og samræma vilja okkar við hans, getum við hlotið blessu með stöðugu samfélagi heila sanda. Nefi vitnaði: þess vegna veit ég, áskæru bræður mínur, að því fylgi sýninum á hjartas einlægni og án þess að hræsna fyrir Guði eða hafa blekkingar í frammi, heldur með sönnum ásetningi með því að iðra synda ykkar og vitna fyrir föðurnum að þeir eru fúsir að taka á þér nafn Krist með skýrð. Og munið þið meðtaka hann heilaga anda. Heilagur andi mun leiða ykkur og hjálpa ykkur að þekkja vilja Drottins og taka góðar ákvarðanir. Að lokum þjóni Guði og öðrum öllu hjarta. Frelsarinn býður öllum að þjóna sér á öllu hjarta. Þegar við veljum að gera allt sem Drottinn hefur beðið okkur að gera, eins og að halda boðorðin, meðtaka sakramentið, tilbýða í musterinu og þjóna öðrum af einlægu hjarta og einlægum ásetningi, verður hver athöfn þjónustu og tilbeiðslu áhrifamikil andleg upplifun sem styrkir trú okkar og vitnisburð og fyllir hjarta okkar gleði, kærleika til Guðs og náungars. Spurning spámannsins Alma endurómar enn í dag. Hafið þér fæðst andlega Guði? Hefur mynd hans grefst í svipiðar? Hefur þessi gjörbreyting orðið í hjörtum yðar? Bræður og systur, ég býð ykkur að gefa frelsaranum allt hjarta ykkar í dag. Látið hverja tilbeiðslu og þjónustu athöfn vera einlæga og á réttum ásetningi. Yfirgefið truflanir heimsins og kappkostið að hafa innihaldsríka tíma með Drottni hverjum degi lífs ykkar. Iðrist og snúið ykkur til hans af öllu hjarta og hann mun fyrirgefa ykkur og umvefja ykkur kærleiksörmum sínum. Leitið því ekki þess sem heimsins er. Veljið að halda einbeittu augliti á dýr Guðs og leitið þess sem betra er. Hann þekkir hugsanir ykkar og þrár hjartans og þegar þið komið til hans mun að blessa ykkur með styrk, sjálfstrausti, friði og gleði í þessu lífi og í stað í hinu himneska ríki sínum alla eilífð. Ég veit að Jesús Kristur lifir. Hann er frelsar okkar.
og hann elskar ykkur og mig af öllu hjarta. Í nafni Jesú Krists. Amen. As directed, Eins og leiðbeint verður af bróður Murphy, mun söfnuðurinn syngja með kórnum. Nú fagna við skulum. now let us rejoice. We will then hear Við munum hlýða á öldunga Brick Waff Airy og Kelly R. Johnson af hennum 70. This is the Saturday morning session of the 195th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus 95. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists sína síðari daga heilögu. Several years ago, our daughter had a var profound dóttur okkar fyrir djúpstæðar reynslu í trúboði sínu. Með hennar samþykki deili ég því sem hún skrifaði okkur þá vikuna.
Í gær bað einn meðlimur okkar að koma eins fljótt og auðið er. Þegar við komum var hún á gólfinu og grét stjórnlaust. Í gegnum tárum komist að því að hún hafði mist vinnuna, yrði rekin úr íbúðinni sinni og yrði enn og aftur heimilislaus. Dóttir okkar heldur áfram. Ég byrjaði að leita örvæntingafullt í ritningunum mínum í tilraun til að finna eitthvað, hverju sem var til að hjálpa henni. Þegar ég leitaði að hinu fullkomna versi, hugsaði ég, hvað er ég að gera? Þetta er ekki það sem að Kristur myndi gera. Þetta er ekki vandamál sem ég get leyst. En þetta er bókstaflega dóttir Guðs sem þarfnast hjálpa minnar. Svo ég lokaði ritningunum mínum, kraupi hlið hennar og hélt utanum hana á meðan við grétum saman þar til hún var tilbúin að standa upp og takast á við þessa raun. Eftir að þessi kona hafi verið hugguð, notaði dóttir okkar ritningarna til að hjálpa að skilja guðlegt gildi sitt og kenna henni eitt af grundvallar sannindum tilveru okkar, að við erum áskæri synir og áskæri dætur Guðs sem finnur til fullkomnar samúnar með okkur þegar við þjáumst og er tilbúin að aðstoða okkur þegar við stöndum upp aftur. Það sýnir innsæi að fyrsta kenningin sem trúbor okkar kenna er Guð er kærleiksríkur himnesku faðir okkar. Sérhvers síðari sannleikur byggir á grundvallarskilningi á því hver við í raun erum. Susan H. Porter, aðalforseti barnafélagsins, kendi: þegar þið vitið og skiljið hve mikið þið eruð elsku sem börn Guðs, breytist allt. Það breytir því hvernig þið sjáuð ykkur sjálf þegar þið gerir mistök. Það breytir því hvernig ykkur líður á erfiðleikatímum. Það breytir viðhorfi ykkar til boðorða Guðs. Það breytir viðhorfi ykkar gagnvart öðrum og getur til að hafa áhrif. Þessi breyting sést vel þegar við lesum reynslu Móse þegar hann talaði við Guð augliti til auglitis. Í þessu samtali kendi Guð Móse ítrekað guðlega arfleið hans og sagði: Móse, þú ert sonur minn. Guð útskýrði að Móse væri í mynd eigingetins sonar hans. Móse skildi greinilega hver hann var, að hann hafði verk að vinna og hann ætti ástríkan himneskan föður. Eftir þessa reynslu kom andstæðingurinn til hans, freistaði hans og ávarpi hans þegar í stað og sagði: Móse, mannssonur. Þetta er algengt og hættulegt verkfæri í vopnabúri andstæðingsins. Þótt himneski faðir minni okkur stöðugt og kærleiksríkt á að við erum börn hans, mun andstæðingurinn alltaf reyna að vanmeta okkur eftir veiklingum okkar. En Móse hafði þegar lært að hann var meira en mannssonur. Hann spurði Satan: hver ert þú? Því að sjá, ég er sonur Guðs. Þegar við á sama hátt stöndum frammi fyrir áskorun jarðlífsins, eða þegar okkur finnst eins og einhver sé að reyna að verðmeta okkur eftir veiklingum okkar, þurfum við að standa sterk í vitneskýru hver við í raun og veru erum. Virðing okkar verður að ákvarðast lóðrétt, ekki lárétt. Ef við gerum það, getum við fullyrt kjarkmikil: Guðsbarnið eitt ég er. Á heimslegri trúarsamkomu fyrir ungt fullorðið fólk kendi Russell M. Nelson forseti: svo hver eru þið? Fyrst og fremst eru þið barn Guðs, barn sáttmálans og lærisveinn Jesú Krists. Þegar þið meðtakið þennan sannleika mun himneski faðir hjálpa ykkur að ná endanlega markmiði ykkar, að lifa eilífu í heilari návist hans. Hugur minn laðast að þessum frásögnum frelsarann og því sem hún kennir mér samband okkar við hann. Af öllum þeim nöfnum sem hægt er að nota í sakramentisbæninni hefur hann beðið að vera kallaður Guð, eilífi faðir. Þegar við lærum að þekkja hver við erum, munum við trúa sterkar á kærleiksríkur himnesku faðir okkur hafi gert áætlun fyrir okkur að snúa aftur til dvalar hjá honum. Öldungur Patrick Kieran kendi: hinn fallega áætlun föður okkar er hönnuð til að leiða ykkur heim, ekki til að halda ykkur úti. Guð leitar ykkur linnulaust. Íhugið þetta stund, ástríkur kærleiksríkur faðir okkur leitar ykkur linnulaust.
Óháð því hvar við stöndum á lærisins okkar, menn líf okkar breytast í grundvallar atriðum ef við skiljum betur hver við erum í raun og veru. Má ég benda á 2 leiðir til að dýpka þennan skilning. Fyrsta lagi bæn. Þegar frelsarinn hóf jarðneska þjónustu sína var að leiddur út í óbyrðar til þess að vera með Guði. Kannski ættum við að breyta hugafráki frá því að fara einfallega með bænir yfir í að verja nægilegum tíma í að vera í samskiptum við og vera með Guði á degi hverjum. Ég hef tekið eftir því að gæði bæna minna batna þegar ég tek með nokkra mínútur til að búa mig undir að tala við föður minn. Ritningarnar sýna okkur að þetta aðeins sem virkar. Hvort sem það Jósef Smith, Nefi, sonur Helimanns eða Enos, það hafa þeir allir á einhvern hátt farið yfir íhuga áður en þeir eiga samtal við Guð. Öll þessi dæmi kenna okkur nauðsyn þess að búa okkur andlegu undir þann tíma sem við höfum daglega til að vera með Guði. Frelsarinn bauð Nefitum, en þegar þið biðist fyrir, þá gangið inn í herbergi yðar, lokið dyrunum og biðið til föður yðar. Hvort sem það einkarými eða svefnherbergi, þá var meginreglan að finna stað þar sem þið geti verið einabiðja, leyfa sál ykkur að vera kyrri og finna fyrir hvatningu hennar hljóðrættu andar. Við getum undirbúka með því að hugleiða það sem við erum þakklátt fyrir og það spurningar áhyggjur sem við viljum koma með til föður okkar. Við ættum að reyna að vera ekki með endurteknar bænir, fremur hann að tala við föður okkar, upphátt af hættir. Ég gerir mig grein fyrir að í rengulri lífs okkar, þegar við glímum við smábörn eða hlaupum milli funda, höfum við kannski ekki þann munað að geta setið í kyrrlátu herbergi. En þessar hljóðu, stuttu og áriðandi bænir geta verið miklu innihaldsríkari þegar við höfum lagt okkur fram að vera með Guði fyrir daginn. Það gæti verið sumir sem hafa ekki beðið í langan tíma eða aðrir sem hafa ekki fundið fyrir því að bænir þeir séu heyrðar. Ég lofa ykkur að himnesku faðir þekkir ykkur, elskar ykkur og vill heyra frá ykkur. Hann vill tala við ykkur. Hann vill að þið munið hver þið eruð. Elder Jeffrey R. Holland kendi nýlega. Sama hversu mikið þið býðist fyrir, býðist meira fyrir. Sama hversu ákvað þið býðist fyrir, býðið ákafar fyrir. Auk þess að auka tíðni og ákafa bæna okkar mun daglegt nám í Mormonsbók og tilbesta í Vistarinu hjálpa okkur að undirbúa hugi okkar fyrir opinberun. Þegar við leggjum okkur fram við að bæta samskipti okkar við himneskan föður, mun að blessa okkur við að finna betur að við erum börn hans. Í öðru lagi, sækist eftir því að vita að Jesús Kristur. Mesta birtingarmynd kærleika himnas til föður til farna hans svo staðreynd að hann sendi son sinn, okkar eigin persónulega frelsara, til að hjálpa okkur að komast heim. Þess vegna þurfum við að þekkja hann. Fyrir mörgum árum þegar ég þjónaði sem stíkuforseti lagði ég fram tillögu að bróðir gæti þjónað sem helgi athafna þjónn í Musterinu. Eftir að hafa útskýrt hvað hann yrði dásamlegur helgi athafna þjónn, ýtti ég óvart á ekki samþykkt sem sendi meðmælin. Eftir að hafa reynt að lagfæra skilaboðin án árangurs hringdi ég í Musterins forsetum og sagði: ég hef gert hræðileg mistök. Án þess að hika sagði þessi góði Musterins forseti: æri forseti, það ekkert sem þú hefur gert sem ekki hægt að fyrirgefa og að lokum leiðrétta. Hvílíkur sannleikur. Sannarlega Jesús Kristus sá sem máttin hefur til að frelsa. Árið 2019 var djúpstæð breyting af spurningunum fyrir Musterinn-meðmæli. Ég bæti svo einnig við vitnisburði mínum Guð föðurinn, Jesú Krist og hlutverk hans sem frelsara okkur og lausnara. Áttu vitnisburð hlutverk hans sem frelsara þinn og lausnara? Friðþæging Jesú Krist virkar ekki bara fyrir aðra, heldur fyrir ykkur og fyrir mig. Hann lausnari minn. Hann lausnari ykkur. Einstaklingsbundið. Aðeins í gegnum hann geti þið og ég snúið tilbaka til að vera með föður okkar. Við skulum því leita hans, bræður og systur. Lærum heilagt samband hans við föðurinn og við hvert og eitt okkar. Leifum okkur að upplifa söng hinnar endurleysandi kærleika sem kemur persónulega til hvers og eins okkar fyrir tilstilli lausnara okkar þegar við erumst. Ef við lærum að þekkja hann sem máttinn hefur til að frelsa, munum við skilja að við sem börn Guðs
eru gleði hans, sem hann einblínir mest á og eru sannarlega björgunarinnar virði. Ég ber vitni að við eigum kærleiksríkan himneskan föður. Þegar við kynnumst þessum eilífa sannleika í gegnum máttugar bænir, persónuleg opinberanir og með því að koma til Jesú Krist, getum við nú og alltaf lýst yfir djarflega Guðs barnið eitt ég er. Í nafni Jesú Krist. Amen. As I study the scriptures, I come across words that really catch my attention, primarily because they have special meaning as a result of experiences I have had during my life. I spent my career working as a forensic accountant. With that background, the word reconcile has caught my attention as I read the scriptures. My job was to reconcile reported amounts with financial records by applying accounting, auditing, and investigative skills. In other words, my goal was to align the financial reports with the underlying financial documents to ensure accuracy and validity. I made diligent efforts to resolve Ég laði mig öttulega fram að leiðrétta misræmi og algengt var að verulegur tími færi að leiðrétta lítið misræmi. Páll postuli sárbað Korinthubúa að sættast til Guð. Að sættast til Guð þýðir að komast aftur í samhljóm við Guð eða endurheimta samband við Guð sem hefur verið þvingað eða rofið vegna synda okkar eða gjörða. Að sættast til Guð þýðir einfaldlega að stilla vilja okkar og gjörðir að vilja Guðs eins og okkar áskæri spámaður Russell M. Nelson forseti kennir að láta Guð ríkja í lífi okkar. Eins og kentir í ritningunum að höfum frelsi til að breyta sjálfstætt, að velja leiðina til afvarandi dauða eða leiðina til eilífs lífs. En ef við leggjum okkur ekki fram, gæti þetta frelsi til að breyta sjálfstætt leitt til þess að við missum samstillingu við vilja Guðs. Spámaðurinn Jakob kenndi að þegar við erum í ósamhljómi eða ekki í samstillingu við Guð sé eina leiðin til að ná sáttum að leita sátta Guðs fyrir friðþægingu Krists. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að sættir eru háðar miskunn sem gefur í skyn að náðarsamleg friðþæging Jesú Krists gerir sættir mögulegar. Þegar þið íhugið eigið líf, hugsið þá tíma ykkur fannst í fjarlæg himneskum föður vegna þess að þið höfðu fært ykkur frá honum. Ef til vill lögðu þið ykkur til dæmis minna fram við að biðja til hans eða við að halda boðorð hans. Á sama hátt og við veljum að fjarlægjast Guð, verðum við að velja að hefja sáttatilraunina. Drottinn lagði áherslu og ábyrgð okkar en hann sagði: leitið mín að kostgæfni og þér munu finna mig. Biðjið og yður mun gefast. Knýið á og fyrir yður mun upplokkið verða. Hvernig hjálpa frelsarinn okkur að ná sáttum þessu mikilvæga sambandi? Í mínu tilfelli þá tek ég miklum framförðum og fer minni að sættast til Guð þegar ég fylgi leiðsögn Nelsons forseta og iðrast dag hvern. Ástæðan sú að sættir tákna endurreist rofið sambands, einkum milli Guðs og mannkyns með því að fjarlægja hindrun syndar. Ein af miklum sáttum sem við lesum í ritningunum er sáttargjörð Enosar. Í lífi hans var eitthvað ekki samstillt Guði. Hann er dæmi að reiða sig á friðþægingu Jesú Krists til að sætta sig við Guð. Hann útskýrði þrá sína til að iðrast, auðmýkt sína, einbeitingu og staðfestu. Sættir hans við Guð voru staðfestar þegar rödd barst honum sem sagði: Enos, syndir þínar eru fyrirgefnar og þú munt blessaður verða. Enos áttaði sig á áhrifunum sem iðrun og sættir höfðu á sig. Hann sagði: og ég, Enos, vissi að Guð gat ekki farið með lygi, því var sekt minni sópað burtu. Sættir létta ekki einungis sektartilfinningum okkar, heldur færa þar okkur frið í innra og með öðrum. Þær græða sambönd
mýkja hjörtu og styrkja lærisveinsdóm okkar og færa auki sjálfstraust frammi fyrir Guði. Það sem færi mér mikla von og fullvissu annar ávöxtur sáttar sem Enos lýsti, þegar hann sagði: og þegar ég Enos hafði heyrt þessi orð, var trú mín á Drottin óhagganleg. Þegar ég var drengur átti móðurafi minn stóran kirsubergarð. Ég fekk tækifæri til að vinna í garðinum, aðallega á sumrin, á kirsuberja uppskerutímanum. Þegar ég var mjög ungur var þátttaka mín þannig að mér var rétt fata og ég sendur upp í tré til að tína kirsuberin. Uppskera kirsuberina breyttist verulega þegar afi mig keypti vél sem kölluð var kirsuberjahristari. Þessi vél grípur stofn trésins og hristi það, sem veldur því að kirsuberin falla á trénu í net sem notuð til að safna kirsuberjunum. Ég tók eftir því að þegar hristarinn byrjaði að hrista tréð, féstu næstum öll kirsuberin úr trénu á nokkrum sekúndum. Ég tók líka eftir því að það skipti ekki máli hvort tréð væri hrist í 10 sekúndur eða heila mínútu. Sum kirsuber féllu ekki. Þau voru sannarlega óhagganleg. Það mögulegt að hrista kirsuber og tré vegna losunar etýlens. Þetta hormón veldur því að frumulagi milli stofns kirsubersins og trésins veikist. Þar af leiðandi losnar stilkuð þroskans kirsubers auðvelda frá trénu vegna veiku tengingarinnar. Í ritningunum lærum við að stofn Ísai myndlíking fyrir Messías, Jesú Krist, sem spáð var að kæmi af ætt Ísai, föður Davíðs konungs. Rétt eins og etýlin veikir tenginguna á þroskuðum kirsuberjastilk, getur óhlýðni, efi og ótti veikt tengingu okkar við stofn Ísai eða Jesú Krist og valdi því að við höggumst auðveldlega og skiljum okkur frá honum. Eins trúföst og við kunnum að vera, verðum við að vera á verði gagnvart veikingar tengsla okkar við Jesú Krist. Í kenningu og sáttmálum jafnvel hinum trúföstu veitt aðvörun. En mögulegt að maðurinn falli úr náðinni og víki burt frá lifanda Guði. Drottinn heldur áfram. Já, lát jafnvel þá sem helgaðir eru vera á verði. Til að forðast það að falla, ráðlegur Drottinn. Láti kirkjuna vera vel á verði og biðja stöðugt svo þau falli ekki í freistni. Hægt væri að leggja jöfnu ástandið að vera auðveldlega haggaður við það sem ritningarnar lýsa sem væri maður tilbúin fyrir tortímingu með yfirvofandi afleiðingar fyrir gjörðir sínar. Orðasambandið má einnig nota á víðtækari hátt til að gefa til kynna ástand hrörnunar, spillingar eða hnignunar sem gerir eitthvað viðkvæmara fyrir hruni eða eyðileggingu. Fyrir hvað stendur það fyrir að vera tilbúin? Því það við getum komist á það stað að geta ekki breyst? Nei, ég held að það þýði að við getum komist á stað þar sem við erum ekki fús til að breytast. Mótefni við því að vera tilbúin fyrir tortímingu að gera það sem styrkir tengsl okkar við Jesú Krist. Eins og áður sagði, leiddi iðrun Enos á stað óhagganlegar trúar. Það styrkur í iðrun, reglubundinni, skjótri og tíðri iðrun. Eins og Nelson forseti hefur kennt okkur, ekkert jafn frelsandi, göfgandi eða nauðsynlegt framþróun okkar sjálfra en að einblína á iðrunum daglega og reglubundið. Auk iðrunar kenndi spámaðurinn Jakob að það vera meðvituð hönd Guðs í lífi okkar, leita eftir opinberunum og hljóta þær og hlusta á Guð þegar hann talar, hjálpar okkur að haggast ekki. Jakob kenndi einnig, þess vegna kynnum vér og spámennina og vér höfum margar opinberanir og spásagnaranda og með öllum þeim vitnisburði öðlust vér von og trú vor verður óhagganleg. Að hlusta á og bregðast við orðum og boðum spámannana og postulana getur fyllt okkur með von, fullvissu og styrk, svo trú okkar verði óhagganleg. Mér hefur lærst að þrá til að sættast við Guð verður að fylgja þrá til að iðrast. Iðrun og upplifun blessana, friðþægingar Jesú Krists, leiðir til óhagganlegra trúar.
Óhaggaleg trú vekur þrá til að vera ætíð í sátt við Guð. Þetta hringlaga eða endurtekið mynstur. Bræður og systur, ég býð ykkur að sættast við Guð í gegnum friðþægingu Jesú Krists. Ég ber vitni það með því að gera og halda sáttmála verður samband okkar við frelsana sterkt og við komumst hann hjá því að vera tilbúin fyrir tortímingu. Ég ber vitni að þessi sátt við Guð í gegnum friðþægingu Jesú Krists leiði til óhagganlegra trúar. Ég veit að himnesku Faðir elskar þig og mig og hann sendi áskæran son sinn Jesú Krist til að vera frelsar okkar, lausnari og hinn mikli sáttasemjari. Ég ber vitni Jesú Krist, geri það í nafni Jesú Krist. Amen. We express gratitude. Við erum þakklátt öllum sem hafa talað til okkar og The Tabernacle Choir at Temple Square fyrir hérna fögru tónlist sem hann flutti í morgun. Kórinn mun nú syngja af því. Lokaræðumaður okkar á þessum hluta öldungur Dieter F. Uchtdorf í 12 postulasveitinni. Að öldungi Uchtdorf loknum mun kórinn ljúka þessum hluta með því að syngja Rejoice, the Lord is King. Loka bæn flytur síðan öldungur Aroldo B. Cavalange Lante af hinum 70. Because he called
Thank you, choir. Thank you, President Oaks. We love and sustain you, and we join you in your heartfelt expressions of öldungur Oaks. admiration for our dear Og við President Russell M. Nelson and his family. erum hluttakandi fyrir Russell M. Nelson og fjölskyldu hans. Here during a trip to Á síðasta ári á ferðum Evrópu heimsótti ég gamla vinnustaðinn minn, Lufthansa flugfélagið á Frankfurt flugvelli. Til að þjálfa flugmenn sína reka þeir nokkra háþróaða flugherma með fullri hreyfingu sem geta endurskapa nánast allar eðlilegar og neyðaraðstæður í flugi. Á mörgum árum mínum sem flugstjóri þurfti ég að standast flugpróf í flugherminu á 6 mánaða fresti til að halda flugmannsskírteininu minni gildu. Ég man vel eftir þessum ákomu streitu og kvíðastundum, en líka sigur tilfinningunni eftir að hafa staðist prófið. Ég var ungur þá og elskaði áskorunina. Í heimsókn minni spurði einn af stjórnendur Lufthansa hvort ég vildi prófa aftur og fljúga B747 herminum einu sinni. Áður en ég hafði tíma til að vinna úr spurningunni til hlítar, heyrði ég rödd, hljómaði furðurlega líkt á minni eigin, sem sagði, já, ég hefði mjög gaman að því. Leið og ég hafði mælt þessi orð flæddu hugsanir huga minn. Það var langt síðan ég hafði flogið 747 þotunni. Á þeim tíma var ég ungur og sjálfsöruggur flugstjóri. Ég þurfti að standa undir orðspori mínu. Mundi ég verða mér til skammar fyrir fram að þetta fagfólk? En það var of seint að hætta við. Svo ég settist í flugstjórasætið, lagði hendur mínar á kunnuleg og ástkær stjórntækin og fann enn og aftur fyrir fluggleðinni stór þota þaut eftir flugbrautinni og tók á loft inn í eftirlíkingu af hinnu bláu víðáttu. Mér til ánægju heppnaðist flugið vel. Flugvélin hélst heil og sjálfsímynd mín líka. Þrátt fyrir það fyllti þessi upplifun mig auðmýkt. Þegar ég var í blóma lífsmins var flug orðið næstum sjálfgefið. Ég þurfti nú alla einbeitingu mína til að framkvæma grundvallar atriði. Reynsla mín í flugherminu var mikilvæg áminning að það að verða góður í einhverju, hvort sem það að fljúga, róa, gróðursetja eða vita eitthvað, krefst stöðu, sjálfsæga og æfinga. Þið gæti varið mörgum árum í að öðlast kunnáttu eða þróa hæfileika. Þið gæti lagt svo hart að ykkur að það verður ykkur eðlislegt. En ef þið haldið að það þýðir að þið getið hægt að æfa og læra, munið þið fljótlega glata þeirri þekkingu og getu sem þið eitt sinn öðlust með miklum tilkostnaði. Þetta á við færni eins og að læra tungumál, spila hljóðfæri og fljúga farþegaþotu. Það á líka við að verða lærisveinn Krists. Það þarf einfaldlega sjálfsaga til að vera lærisveinn. Það er ekki hversdagsleg viðleitni og hún gerist ekki af tilviljun. Trú á Jesú Krist gjöf, en að hljóta hana meðvituð ákvörðun sem krefst skuldbindingar af öllum okkar mætti, huga og styrk. Hún krefst þjálfunar á hverjum degi, á hverjum klukkutíma. Hún krefst stöðugs lærdóms og ákveðna skuldbindingar. Trú okkar, hollusta okkar við frelsarann verður sterkari þegar hún reynd gegn mótlætinu sem við stöndum fram í fyrir hér í jarðlífinu. Hún heldur út vegna þess að við höldum áfram að næra hana, við höldum áfram að beita henni markvisst og gefumst aldrei upp. Ef okkur aftur á móti tekst ekki að nota trúna og sannfæringarkraft hennar, verðum við óvissari það sem okkur var einu sinni heilagt. Óöruggari með það sem við eitt sem vissum að væri sannleikur.
Freistingar sem aldrei hefur freistað okkar eru farnar að verða síður ógeðfelldar og meira aðlaðandi. Eldmóður vitnisburða gærdagsins fær einungis hlýjað okkur svo lengi. Hann þarfnast stöður af næringar til að halda áfram að skína skært. Nýja testamentinu segir frelsarinn dæmisögu húsböndan okkur sem sýndi hverjum þjóni sínum heilagt traust, peningaupphæð sem kallast talentur. Þjónarnir sem notuðu talentur sínar af kostgæfni markvölduðu þær. Þjónarnir sem gróf talentur sína glataði henni að lokum. Leksían: Guð gefur okkur gjafir, þekkingar, hæfileika og tækifæri og hann vill að við notum þær og eflum svo að þær geti blessað okkur og blessað önnur börn hans. Það gerist ekki ef við setjum þessar gjafir ofarlega á hillu eins og verðlaunagrip sem við dáumst af og til. Gjafir okkar eflast og margfaldast aðeins þegar við notum þær. En öldungur Uchtdorf kynnu því að segja: Ég hef enga gjafir eða hæfileika, að minnsta kosti enga, ef að það eru verðmætir. Ef til vill horfið þið til annarra sem hafa augljósar og áhrifamiklar gjafir og ykkur finnst þið frekar hversdagsleg í samanburði. Þið gætu talað að í fortilverunni og degi hins mikla hlaðbórs gjafa og hæfileika hafi diskurinn ykkar verið sorglega tómleikur, sérstaklega í samanburði við ofhlaðna og yfirfulla diska annara. Ó, hve ég vildi, ég gæti faðmað ykkur og hjálpað ykkur að skilja þennan mikla sannleika. Þið eruð blessaðar ljósverur, andabörn óendanlegs Guðs, og hið innra með ykkur eru þið uppfull af möguleikum fram yfir það sem þið fáið ímyndað ykkur. Eins og skáld hafa sagt, þá komið þið til jarðar á eftir dýrðar skýjum. Uppruna saga ykkar er guðleg og það eru örlög ykkar líka. Þið yfirgáfuð himnaríki til að koma hingað, en himnaríki hefur aldrei yfirgefið ykkur. Þið eruð allt annað en venjuleg. Í kenningu og sáttmála lýsir Guð þessu yfir: gjafirnar eru margar og andi Guðs gefur hverjum einstaklingi gjöf. Sumum er gefin ein og sumum er gefin önnur, svo allir njóti góðs af því. Sumar gjafa okkar eru tilgreindar í reikningunum, margar eru það ekki. Eins og Moroni sagði: hafna ekki gjöfum Guðs, því að þær eru margar og þær eru frá hinu sama Guði komnar. Þeir gætu komið fram á margan hátt, en það er hinn sami Guð sem er að verki í þeim öllum. Það kann að vera andlegar gjafir okkar séu ekki alltaf áberandi, en það þýðir ekki að það séu síður mikilvægar. Mætti ég miðla ykkur nokkrum andlegum gjöfum sem ég hef tekið eftir hjá meðlimum víða heim? Hugleiði hvort þið hafi verið blessuð með einni eða fleiri gjöfum sem þessum. Sýna samúð. Taka eftir fólki sem er hunsað. Finna ástæður til að gleðjast. Vera friðflytjendur. Taka eftir litlum kraftaverkum. Hrósa einlæglega. Fyrirgefa. Iðrast. Halda stöðug. Útskýra hlutina á einfaldan hátt. Tengja við börn. Styðja kirkjuleiðtoga. Hjálpa öðrum að vita að þeir tilheyri.
Þið sjá þessi gjafir ef þið vill ekki sýndar á hæfileikakeppni deildarinnar. Ég vona þó að þið fái sé hversu dýrmæta þar eru verki Drottins og hvernig þið kunnið að hafa snert, blessað eða jafnvel bjargað einu barna Guðs með gjöfum ykkar. Munið, fyrir hið smáa og einfalda verði hið stóra að veruleika. Við skulum því hvert og eitt skila okkar litla hlutverki. Kæri bræður og systur, kæru vinir, ég bið þess að Andinn hjálpi ykkur að bera kennsl á gjafir og hæfileika sem Guð hefur gefið ykkur. Þá skulum við, líkt og hinni trúföstu þjónar í dæmisögu Drottins, auka við þá og efla. Sá dagur mun koma að við stöndum frammi fyrir okkur samúðafulla föður á himnum og gerum grein fyrir ráðsmennsku okkar. Hann mun vilja vita hvað við gerðum við gjafirnar sem hann gaf okkur, einhver hvernig við notum þær til að blessa börn hans. Hann veit hver við erum í raun og veru, hver okkur er ætlað að verða. Þess vegna eru væntingar hans til okkar miklar. Hann væntir þess þó ekki að við tökum eitthvað stórt, hetjulegt eða ofurmannlegt stökk til að ná þangað. Í heiminum sem hann skapaði gerist vöxturinn stiga stigi og af þolinmæði, en líka stöðugt og linnulust. Munið, það er Jesús Kristur. Muniði, það er Jesús Kristur sem þegar framkvæmdi hið ofurmannlega verk þegar hann sigraði dauða og synd. Hlutverk okkar er að fylgja Kristi. Það er okkar hlutverk að snúa frá synd, snúa okkur að frelsarunum og ganga á hans vegi eitt skref í einu. Þegar við gerum þetta af kostgæfni og trúmennsku, munum við að lokum losna úr viðjum ófullkomleika og misbrests og smá saman verða fáið. Það til hið fullkomna dag er við munum fullkomnast í honum. Blessanirnar eru innan seilingar, lofaðun er til staðar, hurðin er galopin. Það er okkar val að komast inn og byrja. Upphafið kann að vera smávægilegt. Það er allt í lagi. Það sem trúin er veik, hefið sérst á handa með von á Jesú Krist og mátt hans til að hreinsa og helga. Og með þrá til að fylgja honum. Faðir okkar biður þess að við tökumst ekki á við þessa áskorun trúar og lærisveinstóns sem óformlegi ferðamenn, heldur sem trúaðir af heilum hug, sem yfirgefa Babylon og beina hjörtum sínum, hugum og skrefum í átt til Síonar. Við vitum að erfiði okkar eitt og sér getur ekki gert okkur himnesk. En þeir geta þó gert okkur trygg og skuldbundin Jesú Kristi og hann getur gert okkur himnesk. Vegna áskæðs frelsara okkar þá er engin atburðarás sem leiðir til ósigurs. Ef við setjum von okkur og trú á hann, er sigur okkar tryggður. Hann lofar aðgengi af styrk sínum, mætti gnægð náðar sinnar, skref fyrir skref, smá saman munum við koma sífellt nær hinum mikla og fullkomna degi, við munum búa með honum og ástvinum okkar í eilífri dýrð. Til að komast þangað þurfum við að gera okkar hlut í dag og alla daga. Við erum þakklátt fyrir skrefin sem við tókum í gær, en við látum ekki staðar numið. Við vitum að við eigum enn langt í land, en við látum það ekki draga úr okkur kjark. Því að kjarnin í því er hver við erum. Lærisveinar Jesú Krist. Ég hvet og blessa alla meðlimi kirkjunar til að treysta frelsarunum lægilega, til að taka þátt af þolinmæði og kostgæfni í ykkar hlut af öllu hjarta, svo að gleði ykkar verði algjör
og sá dagur komi að þeir muni hljóta allt sem Faðirinn á. Ég ber þessu vitni í nafni Jesú Krists. Amen. Our beloved Heavenly Father, okkar áskæri himneski Faðir, við komum til þín til að tjá þakklæti okkar fyrir að geta safnað saman þennan morgun til að fá kennslu frá heilaga anda. Við þökkum þér fyrir elskaða soninn Jesú Krist, fyrir friðþægingu hans, fyrir sáluhjálpar áætlunina þína og gleði áætlunina. Þakkuðu fyrir leiðtoga þína
And we ask thee for thy blessings upon them. Við byggjum að blessa leiðtoga We kirkjunar. are so grateful Við erum svo for the þakklát fellowship of thy Holy Ghost. fyrir félagskap heilags anda. And we ask thee that you have the courage and the strength to act Við byggjum að according to the impressions we have received. We ask thee to bless thy missionaries in the great work byggjum að blessa of Israel, trúbóðana and that they may invite sem aðstofa við samsöfnun Ísrael og þeir geti boðið einum og einum að koma til Krists. Við byggjum að fylla hjörtu okkar af ástinni og auka trú okkar og vilja til þess að leita þeirra einn og einn í einu sem eru glemdir og týndir í nafni Jesú Krists. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday Þetta var morning útsending laugardags morgunhluta 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists sinna síðari daga heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flutti The Tabernacle Choir at Temple Square. Öllum er velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annara ráðstefna á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Höfundaréttur 2025, Intellectual Service Incorporated. Allur réttur áskilinn. Recording stopped.